Sælar kæru meyjur. Spilin ykkar tilbúin að segja ykkur þar sem þið þurfið að heyra. Þennan lestur kalla ég bara stutt og laggott. Við skulum demba okkur í þetta og sjá hvað kemur til ykkar. Kæru meyjur, mikla breytingar búnar að vera í gangi hjá ykkur. Ytri og innri breytingar, skulum við segja, og þær hafa verið jákvæðar. Þú hefur tekist á þessar breytingar með miklu æðruleysi og ekki látið þær koma þér í koll, heldur leyft þér að flæða með þeim og þetta að miklu leyti breytingar sem þú hefur sjálf, kæra meyja, óskað eftir. Þannig að það má segja að þú hafi dregið þær inn í lífið þitt. Stundum biðjum við hluti, almættið, englarnir okkar, sem að síðan rætast en kannski á allt annan hátt heldur en við áttum endilega að vona. Þetta hefur verið ákveðið ferli sem að núna að vissu leyti er lokið, allavega einum kafla þess. Og það hefur veitt þér mikinn þroska, það hefur kennt þér þolinmæði. Ég veit ekki af hverju það kemur hérna upp, en það er eins og það sé efst á baugi, kæra meyja. Þolinmæðin, það er kannski eitthvað sem að þú hefur þurft að læra eða þurft að læra inn á. Það er ekki allir sem verða jafn glaðir þegar maður talar þolinmæði. Allavega. Í dag, kæra meyja, er tvennt í stöðunni. Annaðhvort ert þú í miklum ham að framkvæma hugmyndir þínar eða á miklu hugmyndaflugi, skulum við segja. Einhver annar fékk þetta spil líka því að hér er trúvon og kærleikur með í för og ég man, þó ég muni fæsta því sem ég segi þegar ég er að lesa, en ég man eftir þessu trúvon og kærleikur og það kemur aftur hérna til mín. Það er kraftur loftsins sem kemur hérna inn og það er fasi sem að þú ert í dag, kæra meyja. Þetta getur líka verið þessi riddari hér í sverðum. Þetta er loftriddari sem gæti verið loftmerki í þínu lífi. Loftmerkin eru tvíburi, vog og vatnsberi. Þetta getur verið manneskja í þínu lífi sem kemur inn með dálitlum þjósti, krafti, veit hvað hann ætlar sér og stefnir óhikað, ótrauður, beint áfram og er með sér kraft alheimsins, skulum við segja. Hann gæti svona pínulítið stuggað við þér, það er að segja hrist upp í þér eða hlutunum í kringu þig á þann hátt að þú kannski þarft að stökkva á fætur og bregðast við. Hann getur komið til þín með skilaboð eða fréttir einhvers konar sem að eiga eftir að valda einhvers konar straumhvörfum í þínu lífi. Því að framundan er ótrúlega fallegur tími þar sem vonir, óskir og þrár rætast, þar sem er á ferðinni mikil heilun á öllum þáttum lífs þíns og ef til vill þessa riddara líka. Fyrir einhverjar ykkar kærmeyjur fæ ég þau skilaboð
að þetta manneskja sem að þú þekkir, þar að segja að hún partur af lífið þínu, en þessi innkoma þarna engu að síður mjög óvænt. Mikil tenging, falleg tenging við alheiminn, andleg tenging og andlegar vangaveltur, hugsanir, andlegur lærdómur framundan. Og þessi kraftur loftsins segir mér líka að það sé einhvers konar samskipti sem að koma inn með þessum krafti. Það að segja ef þið vill skrifað mál, talað mál og samskipti fram og aftur. Og í dag eru samskipti náttúrulega margs konar. Skilaboð, samfélagsmiðlar, nú svo gamli góði síminn. Bréfin á undanhaldi, en þetta getur verið eitt af þessu. Og þetta getur líka verið samskipti þar að segja undir 4 augu, milli 2 einstaklinga. Allavega boðar stjarnan eins góða framtíð og mögulegt og það eitthvað sem að færi mér svona djúpan frið og ánægju þegar að orka stjörnunnar hreyfir við mér. Þannig að þetta lítur afskaplega lofandi og vel út fyrir þig, kæra Meyja. Þú hefur verið duglega að takast á við breytingarnar í þínu lífi. Þú hefur opnað þar sem hefur þurft að opna. Opnað á tækifæri, opnað hjartað þitt, opnað hugan þinn. Og nú ertu svolítið að fara að uppskera það sem að þú hefur beðið og bara frábært að sjá það og geta fært þér þau skilaboð. Rúnaspilið sem þú færð hér heitir Lagus eða lögur og lögur jú ekkert annað en vatn og vatn stendur fyrir tilfinningar. Hér eru tilfinningar og sameining sem gæti verið varðandi þessa manneskju sem ég talaði hérna. Að þú sért að fara í einhvers konar samband, samskipti eða sameiningu við hana. Rúnin bendir þér á að kenndir þínar eigi það til að sveiflast og haga sér líkt og sjávarföllin, af því að hér að ræða vatn. Með þá vitneskja leiðarljósi getur þú með þroska þínum og hyggju komið jafnvægi á langanir þínar og þarfir. Þannig að jafnvægið mikilvægt þó að mikla tilfinningar geti vaknað hérna varðandi allt þetta góða sem að koma inn. Þá sem sagt mikilvægt fyrir þig að hafa jafnvægi á þessum tilfinningum og láta ekki sveiflast upp og niður, til og frá. Bendi bara til þess að þetta sé eitthvað stórt. Þú ert miðjan í þinni sögu. Þú getur gert þitt til að hún hljóti farsælan endi. Ég ætla bara að láta það verða loka orðin til þín, kæra Meyja. Innilega til hamingju með þetta. Gangið sem allra best. Ljós og kærleikur.